.is. Komiði sæl, það hefur auðvitað ýmislegt gengið á í veðrinu síðasta sólarhringinn eins og hefur nú verið í fréttum í dag. Það er ennþá talsverð rigning á norðvestanverðu landinu og við sjáum hér lægðina við austurströnd landsins eða miðjuna hér við austurströndina og hún færist síðan smám saman til austurs. Það sem er helsta breytingin næsta sólarhringinn er að megnið af úrkomunni fer til austurs og yfir Norðurland og Tröllaskaga þá aðalega og dregur smám saman úr úrkomunni á Vestfjörðum. Það er nú auðvitað ekki allt talið af því það rignir ennþá á Vestfjörðum en bæði á Flateyri og Ísafirði voru samanlögð úrkoma síðan í gær orðin í vel yfir 120 millimetrar og víða á norðanverðu landinu og eins líka á öðrum stöðum á Vestfjörðum að þá var þetta svona 80 og upp í 100 millimetrar. Við sjáum hér að það er svolítið kaldloft sem fylgir þessari lægð, sérstaklega þegar norðanáttin var komin svona yfir land og síðan sjáum við að langt suður í hafi er hlý hæðabylgja sem kemur til með að svona hrekja þessa lægð að mestu leyti í burtu en það fréttist af snjókomu við sjávarmál á ströndum í morgun en það hefur nú líklega bráðnað af mjög fljótlega. Það hins vegar gránaði líka í fjöll sem veldur því að það leið að fer að rigna aftur eða hlýnar að þá náttúrulega eykst til dæmis vatnsmagn í ám. Það er appelsínugul viðvörun í gildi á Vestfjörðum til miðnættis vegna rigningar og svo taka við gular viðvaranir á þeim slóðum og svo eru gular viðvaranir í gildi líka vegna rigningar á Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra. Það er áfram hætta á skriðuföllum og hafa þetta verið skriðuföll allvíða á þessum slóðum í dag og svo hafa einnig borist fregnir af flóðum yfir vegi. Það þarf að fara mjög varlega í þessu veðri, þetta er ekkert ferðaveður og svona í kjölfærið á þessu þá er þessi norðanátt sem að dregst hérna yfir land, hún verður til dæmis mjög hvöss við suðurströndina og þá sérstaklega á Fimmvörðuhálsi og þar í kring. Það er ekki jafn hvasst á Laugaveginum þar sem að margir ætla að vera að hlaupa á morgun en þó verður þar svona norðan 10 til 12 metrar á sekúndu og frekar kalt að litast en á Fimmvörðuhálsinum þá verður þetta norðan svona 15 til 20 jafnvel á svona megnið á morgundeginum og ekkert ferðaveður þá þar með. En þetta er sem sagt staðan í fyrramálið. Við sjáum síðan hvernig þetta breytist aðeins þegar líða tekur á morgundaginn. Megnið af eða svona kjarni úrkomunar verður komin yfir Tröllaskaga og síðan hérna til austurs og það má alveg búast við því að það rignir líka talsvert bæði af Vopnafjarðarheiði og Hellisheiði eystri þegar liðið tekur á morgundaginn og hitatölurnar eru ekkert ofsalega háar eins og við sjáum þarna. Þær eru hins vegar hærri í sólinni til dæmis í Skaftafelli og svona við suður ströndina en norðanáttin getur verið hvöss og það má búast við því að það verði ansi hvasst í Öræfum og til dæmis í Hamarsfirði á morgun í norðvestanáttinni og það þýðir að bílar með hjólhýsi eða aðra ferðavagna og húsbílar ættu ekki að vera ferðin á þeim slóðum. En það er nú svona ljósið í þessu myrkri öllu saman er að þetta verður orðið miklu skaplegra á sunnudaginn og þá ætti að vera óhætt að ferðast svona víðast hvar en auðvitað skoða vel aðstæður og athuga hvort að það eru einhverjir vegir eða einhverjir slóðar sem eru ennþá lokaðir vegna vatnavaxta. Á mánudag er síðan útlit fyrir að hæðin verði komin að öllu leyti hérna yfir land, það hlýnar talsvert og verður líklega bjartviðri allt en það má alveg gera ráð fyrir því að þegar vind leggur af hafi, sérstaklega bæði við austur- og vesturströndina, þar verði kannski smá þokuloft svona allavega á annesjum en líklega verður nú bjartviðri inn til landsins. Sömu sögu er að segja af þriðjudeginum, fínasta veður þá líka og sumarið svona má segja hefur svona smá endur komu eftir þessa lægð sem hefur gengið hér yfir í gær og í dag og verður áfram á morgun. Það er sem sagt áframhaldandi norðanátt og mikil rigning víða á norðanverðu landinu og Vestfjörðum í nótt og á morgun og svo dregur smám saman úr á sunnudaginn. Verið sæl.